Jæja, þá er komið að því fyrsta sem við skoðum þegar að við förum yfir breytinguna frá miðöldum til nútíma, til nýaldar og það eru siðaskiptin. Siðaskiptin felast fyrst og fremst í því að kristin kirkja klofnar í tvennt. En það er að segja vestur hluti hennar sem hafi verið kaþólskur, sem sagt kaþólska kirkjan, hún heldur velli í Suður-Evrópu en mótmælendakirkjur sem svo eru kallaðar verða til í löndunum í Norður-Evrópu. Og hérna sjáum við nokkur ártöl. Lúther mótmælir 1517, siðaskiptin í Danmörku verða 1536, 1550 verða þau á Íslandi og það er nokkuð sem við þurfum að muna og læra. 34 ára seinna, 1584, er Biblían þýdd á íslensku en það var grundvallaratriði í sambandi við siðaskiptin að Biblían væri til á móðurmáli. Og síðan skoðum við hér í næsta fyrirlestri galdrafárið og ýmislegt sem gerðist eftir að kaþólskan leiðindi lok og mótmælendatrúin tók við á Íslandi. En það sem við þurfum að átta okkur á í sambandi við siðaskiptin er ekki bara trúarbrögðin, heldur líka hvað í rauninni, hvar völdin lágu, hvar auðurinn lá, hvar það lá sem að skipti máli og stjórna samfélaginu. Og það er í fyrsta lagi þurfum við að átta okkur á því að á þessum tíma var enginn ríkur nema hann ætti jarðir. Menn urðu ekkert ríkir og voru ekkert ríkir eða þeir áttu pening, þetta voru peningar ekkert svo mikilvægir. Það var fyrst og fremst þeir sem áttu jarðir sem voru ríkir og voldugir. Nú kirkjur bæði á Íslandi og í Evrópu voru orðnar mjög ríkar á þessum tíma í kringum 1500 og aðeins og fyrir milli kannski 1300 og 1500. Það áttu jarðir og hlunnindi, en hlunnindi eru eins og æðavarp eða rekafjörur eða eitthvað sem skiptir máli. Kirkjan fékk líka tekjur af því að innheimta tíund sem var sem sagt 1/10 hluti af launum, eins konar skattur, og svo sektuðu þeir menn og fengu þau gjöld til sín. Og í krafti auðæfa sinna var kirkjan voldug og biskuparnir á Hólum og í Skálholti sem voru bæir sem voru sem sagt biskupsstólarnir á Íslandi, þeir voru valdamestu menn landsins. Kaþólska kirkjan, og það er mikilvægt, hún var alþjóðleg. Yfirmaðurinn var páfinn í Róm, sem sagt þjóðhöfðinginn, kóngurinn í Danmörku sem réð yfir Íslandi, hann réð ekkert yfir kirkjueignum. Hann réð ekkert yfir aðalauðæfunum á Íslandi, heldur var það páfinn í Róm í rauninni sem var þar valdameiri eða sem sagt fulltrúar hans á Íslandi, biskuparnir í Hólum og Skálholti. En mótmælendakirkjur eru ríkiskirkjur, þeirra yfirmaður er innlendur. Á þessum tíma var það Danakóngur og hann græddi því á siðskiptunum þegar að mótmælendatrúin tók við af kaþólskunni, þá jukust völd konungsins á Íslandi. Og við vorum að tala hérna mótmælendakirkjur eru ríkiskirkjur og yfirmaður þeirra var innlendur, og ef þið hugsið það, hver er æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar á Íslandi? Sennilega hugsið þið það er biskupinn, en það er ekki rétt. Æðsti yfirmaður kirkjunnar á Íslandi, þar að segja íslensku þjóðkirkjunnar, er Ólafur Ragnar Grímsson forseti. Þjóðhöfðinginn á Íslandi, hann er æðsti maður kirkjunnar. Nú, svona skiptist Evrópa upp eftir að lúterstrú og mótmælendatrú tók yfir eftir siðaskiptin. Ísland, Norðurlöndin, Danmörk, Norðurlöndi Þýskalands, hluti af Mið-Evrópu og urðu mótmælenda, lútersk. Bretland eða England og Skotland var líka mótmælendatrúar þó að það var öðruvísi. Í Skotlandi urðu kalvínistar sterkir, enska biskupakirkjan í Englandi, og þið sjáu hérna skiptast völdin svolítið suður Evrópu og hingað. Þannig að hér eru blöndu trúarbrögð, ekki einsleit. En það sem sagt, mótmælendatrúin var í Norður-Evrópu.
En hverju var þá, af hverju heitir þetta mótmælendatrú? Jú, það heitir mótmælendatrú og er kölluð það vegna þess að Martin Luther, sem var þýskur munkur, hann negldi upp mótmælaskjal á hurð kirkjunnar í Wittenberg í Þýskalandi árið 1517. Muniði það? Hann mótmælti ýmsum hlutum sem kaþólska kirkjan hafði gert. Hann mótmælti því sem er kallað aflátssala. Aflátssalan fólst í því að kaþólska kirkjan seldi mönnum aðgang að himnaríki. Ef þú hafðir áhyggjur af því að þú myndir nú kannski lenda á verri staðnum, að þá gastu farið ef þú átt nú nóga peninga til kirkjunnar, til prestsins þíns og keypt á honum aflátsbréf, sem sagt kvittun fyrir því að þú værir kannski ekki svona slæmur, allavega kvittun fyrir því að þú værir búin að borga til kirkjunnar einhvers konar aðgangseyri að himnaríki. Þetta þótti Lúther ekki eiga við og vera passandi fyrir kirkjuna. Hún hefði hreinlega ekkert umboð, það væri Guð einn sem að hleypti mönnum inn í himnaríki. Hann vildi meina það að Biblíunni var ekki fylgt alveg rétt og þess vegna, til þess að menn gætu nú fylgt Biblíunni rétt, að þá gekkst hann fyrir því að og í mótmælendatrú er Biblían þýdd á móðurmál, á þjóðtungu þessara ríkja sem taka upp trúna, þannig að almenningur og allir geti lesið Biblíuna, en áður í kaþólsku löndum var hún gjarnan á latínu og messur fóru fram á latínu. Nú dýrlingatrú og trú á helga dóma, trú á Maríu mey og alls konar dýrlinga, hann mótmælti henni og því að fólk geti fengið einhverja blessun á helgum dómum eins og hlutum af krossi Krists eða eitthvað slíkt. Nú hann var á móti einlífi presta, þar að segja hann vildi að prestar mættu giftast og nú fannst það ekki rétt að prestar ættu að vera ógiftir eins og kaþólskir prestar eru enn í dag, og hann var líka á móti klaustrum. Þannig að þetta var það sem hann var að mótmæla. Siðaskiptin urðu í Danmörku 1536. Þið sjá að þetta gerist dálítið hratt. Og skömmu seinna þá skipaði konungur Dana, sem var náttúrulega konungur Íslendinga líka, Íslendingum að taka upp þennan nýja sið, sem sagt taka upp mótmælendatrú. En þá voru mjög voldugir biskupar á Íslandi, kaþólskir, þeir Ögmundur Pálsson í Skálholti og Jón Arason á Hólum. Og hérna sjáum við minnisvarða Jón Arason. Þeir voru nú hreint ekkert á því að gefa upp völd sín vegna þess að þeir réðu í rauninni Íslandi. Og ef við sjáum hérna það sem að gerist eftir siðaskiptin, þetta er glæra sem sýnist það, að hér er árið 1545, sem sagt fyrir siðaskiptin, og hér er 1560, þetta er 10 árum eftir siðaskiptin, þetta er 5 árum fyrir. Við sjáum bláu súlurnar hérna sem eru konungsegnir. Við siðaskiptin að þá eignast kóngurinn jarðir sem kirkjan hafði átt, sem eru bleikasúlan. Við sjáum hún hrapar hérna úr 45 í 31 á meðan að bláa súlan, konungsegnir, hækka úr 1840, úr 2% upp í 19. Svo minnkar þetta aðeins hérna í árið 1695, en við skoðum það ekki beinlínis núna. En við skulum kíkja aðeins nánar á staði sem við þekkjum. Það kemur reyndar á næstu kláru. Eftir hér er sem sagt hlutfall af jörðum í hreppum sem að biskupsstólarnir eiga. Því dekkri sem liturinn er, því fleiri jarðir í hreppnum á biskupsstólinn, og hér í kringum Hóla sjáum þeir eldrött eins og í Skálholti. Þetta eru biskupsdæmin, biskupsstólarnir á Íslandi, það er að segja Skálholt og Hólar. Hér var Jón Arason á Norðurlandi, hérna var hans ríki, og hérna var Ögmundur á Suðurlandi og hans ríki, sem sagt, þann ríkti hér yfir stærri hlutanum á landinu. En það sem ég ætla að segja áðan er, þetta eigið að þekkja á landakorti, þetta er Viðey. Hérna var Viðeyjarklaustur og árið 1520 er talið að eignir Viðeyjarklausturs hafi verið eins og sjást hérna. Viðeyjarklaustur átti nánast allar jarðir bara í kringum
Reykjavík, í Reykjavík og í kringum Reykjavík, alveg hérna út á Reykjanes og meir og minna hérna upp í Kollafjörði, upp á Kollafjörði og upp í neðri háls í Kjós og alveg hérna upp í Borgarfjörð. Þetta eru jarðir sem að klaustrin áttu og réðu yfir og fengu tekjur af leigðu bændum, leiguliðum, sem sagt jarðirnar og fengu tekjur af. Og ef við kíkjum hérna yfir til Viðeyjar, sem að þið þekkið nú, að þá eru þessir Jón Arason og Ögmundur Pálsson, þeir réðu næstum því öll á Íslandi vegna þess að þeir voru ríkustu með landsins. Þeir voru líka hirðstjórar konungs á meðan að Danakonungur var kaþólskur. En konungur reyndi að ná undir sig Íslandi, en það gekk ekki vel vegna þess að biskuparnir, þeir börðust á móti því. Þeir börðust á móti því að kóngurinn fengi, að Danakonungur næði í sín næði til sín landinu og við sjáum það að seinna hann reynir að ná Jóni Arasyni en tekst ekki, en síðan gerist það að menn verða gamlir. Ögmundur Pálsson lét af biskupsdómi í Skálholti. Þegar hann gerði það, þá tók Gissur Einarsson við, en hann hafði í rauninni á laun orðið lúterstrúar, þannig að Skálholtsbiskupsdæmi, sem var stærra heldur en Hólabyrgsbiskupsdæmi, varð allt í einu orðið lúterskt. Og þessi nýji siður fer að festast í sessi í Skálholtsbiskupsdæmi, meðal annars með því að Oddur Gottskálksson þýddi Nýja testamentið á íslensku og við sjáum titilsíðuna af því hérna. Þetta hið Nýja testament. Ég geti baukað við að reyna að lesa þennan texta hérna líka. Nú, Jón Arason ríkti í Hólabyrgsdæmi ásamt sonum sínum. Því að það er svo skrítið að Íslendingar gáfu skít í það að prestar mætti ekki gifta sig. Jón Arason sjálfur erkibiskup kaþólskra manna á Íslandi, hann hafði verið giftur og átti syni, sem var nú aldeilis ekki eins og páfinn vill hafa það. En þegar Gissur dó, þá reyndi hann að ná völdum í Skálholtsbiskupsdæmi og náði því að nokkru leyti og réði þá í rauninu öll á Íslandi, en 1550 þá náðu menn Danakonungs Daði í Snóksdal, náðu honum á Sauðafelli í Dölum árið 1550 og þaðan var hann fluttur til Skálholts haustið og hálfsögn án dóms og laga vegna þess að menn þorðu ekki. Fangelsi á Íslandi var ekki merkilegt, þetta var einhver moldarkofi sem hægt var að grafa upp og Jón Arason var geymdur í þessu fangelsi, en hann var tekinn haust. Það var ekki fyrr en vorið eftir heila vetur sem var hægt að flytja til Danmerkur í fangelsi og menn treystu sér bara einfaldlega ekki til þess að gera það, að hafa hann í fangelsi á Íslandi allan hennan tíma. Þannig að þeir tóku að fara á það, drepa hann með þeim orðum að öxin og jörðin, þeir geymdu hann best. Hérna sjáum við Sauðafell, í Dölum, hérna eru Hólar, hérna er Skálholt, Þingvellir, Bessastaðir, Viðey, Kirkjubæjarklaustur. Þetta er svona helstu söguslóðir siðaskiptanna á Íslandi. Menn hafa svolítið pælt í því fyrir hverju Jón Arason var að berjast. Var hann að berjast fyrir kaþólskunni, fyrir trúarsamfæringunni sinni, fyrir bara valdi sínu, af því að hann vildi ekki láta af völdum sínum, fyrir auðæfum sínum, af því að hann vildi ekki bara láta hendi ríkidæmi sitt, eða sjálfstæði Íslands gagnvart Danmörku. Fyrir hverju var hann að berjast? Þetta er svona ákveðin hlutur sem að menn ekki klárir á því hvað hann var að gera. Og þið fáið að pæla í því og á næstu glærum að þá í næsta fyrirlestri eða innlögn þá kíkjum við á siðaskiptin, hvernig þau verða á Íslandi og hvað rétttrúnaður er, en látum staðanum með að sinni.